Góðu gestir. Ég get nú ekki neita því ég aldrei gaman að því ef að það að við erum tvær hér saman ráðherrarnir að ef að það er til þess að brjóta einhverjar hefðir. Ég hef alltaf aldrei gaman að svoleiðis. En eigum við ekki að segja að þetta sé líka til þess að sýna fram á það hversu mikilvægur málaflokkurinn er. Vegna þess að þrátt fyrir þá umræðu sem að auðvitað einkennir allt í samfélaginu í dag, sem er umræðan um kreppuna og peningana, við sem ætluðum að hætta að tala um peninga, muniði. Tölum ekki neitt annað en peninga. Eini munurinn er sá að það er ekki fréttamaður á skjánum sem talar um Dow Jones og Fuji. Hann gæti nú kannski talað um einhverjar losunarupplýsingar til dæmis. Það gæti verið hugmynd, það er viðskipta hugmynd. En af því öll erum við að koma einhver staðar að og á einhverju leið, þá er það þannig að minn bakgrunnur er sá að vera táknmálsfræðingur. Og kynni nú einhver að hugsa með sér, ekki er það nú praktískur grunnur fyrir það að vera umhverfisráðherra. En eitt af því sem ég stundaði sem táknmálsfræðingur var að þjálfa og kenna táknmálstúlkum og meðal annars að fara með táknmálstúlkum yfir hugtök í pólitík. Vegna þess að Félag heyrnarlausra vann mál gegn Ríkisútvarpinu með mjög stuttum fyrirvara sem snerist það að skylda Ríkisútvarpið til þess að túlka yfir á táknmál umræður pólitík kvöldi fyrir kosningar. Þetta varð auðvitað til þess að minn gamli vinnustaður snerist og umturnaðist á einum degi og við urðum að setjast yfir hugtök og orð í íslensku sem ekki voru til í táknmáli. Og þarna þurftum við að hefja nýyrðasmíð með mjög stuttum fyrirvara. Og eitt af þessum ágætu orðum var sjálfbær. Táknmálið er dálítið kröfuhart mál vegna þess að það er bara hér og nú. Það gerir kröfu til þess að það sé gagnsætt, það er engin texti, það er bara samtalið sem lifir núna og það er farið leið og því líkur. Það er engin texti, það er engin leið að vitna í gömul samtöl. Það er að fíletin eins og frumbyggja mál eru mörg hver. Þróast hraðar og nú finn ég að mig langar bara að segja ykkur mjög margt um það. En eitt finnst mér vera þess virði að segja ykkur frá hér og það er það hvernig við komumst að niðurstöðu með það að túlka orðið sjálfbær. Fyrir það fyrsta þá komumst við að því þegar við ræddum málin þarna saman, ég og þessir 15-20 táknmálstúlkar, að svona helmingurinn af fólkinu hafði ekki hugmyndu hvað það þýddi, en talaði samt um það og að það væri mikilvægt. Það væri mjög mikilvægt. Þetta finnst heyrnarlausum og táknmálstalandi fólki algjörlega með ólíkindum, að við skulum jafnvel vikna yfir einhverju sem við vitum ekki hvað þýðir. Eins og þjóðsöngnum, til dæmis. Og standa í hópum með tárakvarmi yfir einhverju sem við vitum ekki hvað þýðir. En niðurstaðan var þessi: við tökum og gefum jafn mikið og við tökum. Sjálfbærni. Þannig að táknið svona. Já, prófa. Ég er ekki búin að sitja lengi í dag. Taka og gefa. Taka og gefa. Það er að segja að það sé jafnvægi milli þess sem maður tekur og þess sem maður gefur. Þetta segi ég vegna þess að ég tek undir það sem að menntamálaráðherra talaði um hér, að mikilvægi þess að gera þetta orð, þetta hugtak, að einhverju sem að er okkur eiginlegt og sem að er gagnsætt og gagnlegt í okkar umræðu. Ég hef sagt að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar og sjálfbærni hugsunin er eina leiðin út úr kreppunni. Það er ekki bara ein af mörgum, það er ekki bara möguleg leið, það er eina leiðin. Vegna þess að sjálfbær þróun og sú hugmyndafræði leyfir okkur ekki að taka afstöðu til stórra vandamála eða stórra verkefna á grundvelli skammtíma sjónarmiða.
Sjálfbær þróun segir nei, þú verður að taka tillit til fleira fólks og til lengri tíma. Lengri tíma heldur en kjörtímabils meira segja, sem að sum okkar eiga erfitt með að skilja. Mig langar að fyrir hönd umhverfisvörsluráðs og landverndar að þakka ykkur fyrir að koma svona mörg á þetta málþing og hafa áhuga á því að tala annað en peninga og kreppu. Markmið okkar að stefna saman ólíkum sjónarmiðum og ólíkri reynslu, læra hvert af öðru, og ég vænti þess að það hafi verið skemmtilegt og áhugavert í dag, þó ég hafi neitt ykkur í smá leikfimi hérna til þess að hrista upp í hópnum. Þau eru hér og heiðra okkur með nærveru sinni, Rose og Mike Littledyke. Þau starfa bæði við menntavísindasvið New England háskóla í Ástralíu með menntun til sjálfbærni sem sitt sérsvið. Ástralir hafa verið, eins og sjálfsagt hefur komið fram hér áður í dag, verið leiðandi í þessum efnum og gerðu sína fyrstu landsáætlun menntun til sjálfbærni árið 2000 sem fylgt var eftir með nýrri og endurskoðari áætlun núna í apríl þess ári. Þau Rose og Mike eru hingað komið fyrir tilstuðlan landgræðslunar til að kanna grundvöll fyrir samstarfi við stofnanir og háskóla hér á landi, og ég má til með að þakka landgræðslunni sérstaklega fyrir það framtak og fyrir það að vera ævinlega vakandi fyrir heiminum öllum, sem að skiptir líka mjög miklu máli í hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Rose and Mike, thank you very much for joining us today. Menntun til sjálfbærni er auðvitað alþjóðlegt viðfangsefni og hafa Sameinuðu þjóðirnar skilgreint þetta tímabil 2005 til 2014 sem áratug menntun til sjálfbærrar þróunar. Áratugurinn hvatning til þjóða að endurmeta stefnu sína í menntamálum með sjálfbæra þróun sem meginviðmið og vinna skipulega framgangi menntuna til sjálfbæra þróunar, meðal annars með gerð þjóðaráætlana. Nú lítið hefur farið fyrir almennri umræðu þennan áratug hér á landi nú þegar hann hálfnaður, og eins og ég vék aðeins að áðan þá höfum við verið uppteknir af öðru. Og hver ástæðan fyrir því? Ekki það áhugaleysi almennings, þáttakan á þessum fundi bendir síður en svo til þess. Áhugin hjá skólafólki, allra skólastiga svo mikill að Landvernd hefur vart undan að sinna þeim skólum sem vilja gerast grænfóna skólar eins og Orri veit, og hann með þess hefur reynt að fá mig til þess að vera með sér á Grenivík með stuttum fyrirvara. Ég reynir betur næst. Nei, okkur hefur vantað ykkur til að draga vagnin, okkur hefur vantað pólitískan vilja og raunverulegan áhuga. Það er ætlun þeirra ríkisstjórnar sem nú situr og að gera bragabót þar á þrátt fyrir erfitt efnahagslegt árferði.